4, það hins vegar föstudagurinn 20. og 2. júní og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína klukkan 1 á þessum föstudegi. Ég hef verið með hann þátt núna í 7 ár og þetta í fyrsta sinn í sögu þáttarins sem hann byrjar ekki klukkan 4. Þannig að má segja þessi sögulegu þáttur og sögulegu dagur þar sem að Ísland að fara að keppa við Nígeríu eftir nákvæmlega 2 tíma. Ég sitt í mínu sæti og við erum með fullan bát í dag, kæru hlustendur, því að beint á móti mér sitja 2 hundar. Takk fyrir. Gjöfnvöldar í peppaður. Já, ég líka. Þetta hættulegt, menn að ofpeppast í stúdíónu og við erum hundar í dag. Nýkomnir heim frá Rússlandi, þið sóttu þar, já, ég get ekki sagt 3 stig Egill, þú lofaði mér að þú ætlar að fara til Moskvu og sækja 3 stig. Þú komst heim með 1 stig. Við sóttum sigur, ertu ekki nóg ánægð með það? Sóttum ekki sigur, sóttum jafntefli. Ég hef verið pirraður með þetta ef ekki var í víti. Já, þetta var sigur. Veist að Messi var á punktinum og var að pakka saman og tökum við punktinn. Já, þannig að þú ert sáttur með hann, hvernig spáir, já, ég ætla að byrja á þér Egill, hvernig spáir leiknum í dag, Ísland-Nígería? Við erum með betra fótboltalið. Já, þú ert með það, ok. Og þeir eru fljótir að hlaupa, sterkir, en við erum betra fótboltalið. Já, ég spurði hvernig spáir leiknum. Þess vegna vinnum við. Hvernig? Ég ætla að segja 2-0. Já, 2-0 fyrir þá sem að kunni ekki þýsku. Steindi, hvað segir þú? Sko, ég búinn að hugsa þetta alveg bak og fyrir, ég ætla að segja 3-1. 3-1, nóg að mörgum. Gylfi með 1, að Freddi með 2. Ok, þá þú spáir bara markaleik. Það er nú ekki oft þannig á íslenska landsliðinu. Nei, málið það mikill meðbyr, menn í stuði, við erum einhvern veginn svona með sigri í dag. Þá ætla ég að ganga það langt að segja að við erum gott sem komnir í 16 úrslit. Nei, það ekki nóg samt í það. Ekki alveg nóg, en það gott sem, sko. Já, þá erum við komnir lang leiðina. Já. Hvernig líður ykkur að vera klukkan 1? Finnst ykkur það skrítið? Já, það svolítið skrítið. Oftast á þessum tíma erum við að undirbúa þáttinn. Einmitt, en ég að fíla þetta. Já, það eitthvað spennandi, ég ekki að grínast núna. Mér finnst eitthvað spennandi að vera á 9 tíma einu sinni. Já, það eitthvað svolítið skemmtilegt. Það svona öðruvísi. Það hefði ekki verið að hlusta okkur félagarna að vera á venjulegum tíma. Nei, við erum búin að vera þetta. Það byrjað 4 í dag. Við hefum alveg getað haft einhvern rópandi bara hérna í mikrofónum. Það ekki sála hlusta útvarpið klukkan 4 í dag. Mér líður svona eins og hérna við séum að krydda upp á sambandið. Veit hvert að fara? Ég veit. Við erum að breyta til. Já, við erum búin að vera saman í 7 ár og nú erum við svona aðeins fanna. Nú gerum við þetta klán 1. Það verið að fara að banka á sparikætið. Við erum með rosalega þáttandekur, kæru hlustendur, og ber þar helst við erum með hvort myndur við frekka. Þetta náttúrulega allt tengt landsliðinu. Já, það rétt. Við erum í landsliðs, við erum í svona HM-gýr. Við erum í miklu Þetta ekki flókið, sko. Já, þú veist að HM World Cup. Þú þarft ekki að tala ensku, sko. En það spurningakefni Gilsarans. Hvað varstu ofta með þar, Egill? King of World Champ. King of World Champ, það rosalega skrítinn titill. Það var svona King of HM, King of World Champ. Já. Og svona, ég minna þú veist. Þetta tenging. Íslensku strákarinn getur orðið World Champs. Sjálfsögðu. Ok, þetta tenging. Við erum með kortmyndur frekar, það tengt, allt tengt landsliðinu. Við erum með, gifta svo að drepa sem líka tengt landsliðinu. Við erum með hver líklegastur sem tengt HM. Íslensk slúður. Já, það brakandi fest í dag og því miður það allt tengt landsliðinu. Ok, en sko, það ekki býna hættulegt, rétt fyrir leik að þú sett að fara að koma með slúður af íslenska landsliðinu, það gæti að vera að peppa. Málega það, við Egill vorum úti, við vorum að lenda hérna á Íslandi. Við erum búin að vera hérna úti og þvælast í þessu í einsta hring og það voru bara hlutir að koma þetta upp og við þurfum bara að fara yfir þetta. Já, þú ert að koma með þetta bara beint úr einsta hring. Beint úr einsta hring. Getur þú gefið mér svona einhverja punkta hvaða landsliðsmenn eru í slúðurinn í dag? Já, ég get svo sem alveg gert það, en viltu að ég nefni alla? Nei, bara nefndu mér einn sem er í slúðurinn. Já, það til dæmis Rúrik Gíslason. Rúrik? Já, Rúrik verður í slúðurinn. Hann hefur mikið verið á milli talana á fólki. Já, alveg mjög mikið og að gera góða hluti og sumir vilja meina of góða hluti. Já, það svaða ratio í gangi í honum. Talaðu ratio. Já, hann að nálgast bara milljónmanna múrin á Insta. Þannig að það allt logandi í herbúðum landsliðsins. Helvítis milljón manna múrin. Já, það allt í rugli hérna og ég kem inn á þetta betur slúðurinn. Ok, ég fíla að svo erum við líka með flottulega keppnina og það þetta er eitthvað svona, þetta er þema sem þið þekkið því að við vorum þetta líka þegar Gunni Nels var eins og að fara að keppa fyrir einhverjum árum síðan í UFC. Hvaða lag værið með í headphoneunum rétt fyrir leik? Það ekki bara þegar þú lappar inn á völlin, þú ser bara þetta 50 manns. Já, ok. Já, höfðu hann, bara rétt fyrir leik, hvað ertu með þá? Já. Ok, ég fíla. Við erum í gýr, kæru hlustendur, vonandi þið líka og það er náttúrulega bara áfram Ísland. Við verðum mynda til svona, við getum ekki verið alveg til 3. Nei, við skulum vera hreinskýrir, við erum farnir kortir í það. Þetta Calvin Harris og Dua Lipa. Dua Lipa segir að það þurfi bara 1 koss til að vera ástofangir að henni. Það er svaðalegu koss.
Reynda þekkjum nú nokkra sem þurfa bara eitt kost til að vera afstangnir en það er annað mál. Við erum hér í FM 95 Blö og verðum til korter í 3. Við erum búin að negla það bara. Það er korter í 3. Já. Já, og við erum í gýr. Ég held að ekki öll þjóðin í svona nettum gýr núna. Það eru Þetta er ekkert bara við sem erum ofpeppast. Nei, það eru sko bankar eru að loka fyrr. Búðir eru að loka fyrr. Það er eitt og eitt fyrirtæki sem ætlar að vera með opið í dag. Shit, eru bankar að loka fyrr? Hvað, það maður hafa netið það? Já, ég segi það. En málega það, þú veist Kringlan. Hver heldur að vera í Kringlunni klukkan 4 í dag? Engin. Jó, kannski einhver útlendingar. Já, valla. Jó. Ég er ekkert viss að fólk sem að koma til dæmis, veit ekki allir há. Veitingastæðir eru opnir, annað bara... Með auðvitað þetta var erlendis. Flókið, sko. Með auðvitað þetta var í Rússlandi, þá er annarkur útlendingur sem heldur Íslandi. Já, ég fíla það reyndar. Þannig að við erum langt vinsælasta liðið. Það er bara svoleiðis. En það er komið að slúðri, það er ekki íslenskt slúður, heldur erlendst slúður. Ég er með hugmynd. Klikkaði hugmynd. Frábær hugmynd. Tíma, við erum í pre-game warm-up. Færa slúðrið. Eða sokka það. Og fara í eitthvað pre-game tengt. Við getum geimt það. Veitu hvað ætlaði að vera taka slúður eða með líka? Já, nei. Málega, time is money. Herru, þið farið 2 saman til Rússland og hvað er bara búin að plotta það? Sé ekki lengur slúður í þetta? Jó, málega það verður bara með þétta dagskrá. Hvað ertu með í boðið þetta? Eitthvað pre-game tengt. Ok. Ef að fyrir kortmyndur frekar? Það er allt tengt landsliðinu okkar? Já, gerum það. Ok, það er verið að hrista upp í þessu hérna, kæru hlustendur. Og já, þá býði þetta með slúðri. Ég ætlaði að segja okkur að Johnny Depp, hann er búin að vera eitthvað einmanna og villigötum. En er Macaulay Culkin í slúðrinu? Já. Nei, Jú. Hann er ekki að það. Jú. Ok, þú ert að ljúga því. Nei. Johnny Depp er einmanna. Þá erum við að fara að taka Svo ætlaði ég líkar með Kardashian fyrir þig. Nei, ég sleppi þessu bara. Nei, við tökum þetta. Við eigum þetta inni. Það er kortmyndur frekar og hér kemur fyrsta spurning. Ísland vinnur Nígeríu og Króatíu en Ívar Guðmunds fótbrotnar á báðum. Myndu taka þeim? Sko, nú ertu náttúrulega, þú ert að óta okkur mjög góðu manni sem er að, þú ert að Toppmanni sem að ég er að hlusta. Málið það, þú finnur ekki meiri gullamanni á öllu landinu. Þannig að þetta er nei hjá þér. Nei, ég er ekkert búinn að segja það. Ég er að segja að þú finnur bara ekki betri mann. Ok, ertu að fara að sleikja hann upp áður úr lappabrýtur hann? Hann er með hjart úr gulli. Já, hættu bara að sleikja hann upp, allar að lappabrýta hann. Hefur þið séð mann sem getur drukkið 18 vodka Red Bull og farið upp á Esjuna 7 daginn eftir, morgun? Það er bara Ívar Guðmundsson. Ég er það að brjóta hann á lappinar. Er það? Já, er það Hann er helviti ljótt maður. Ég meina, hann myndi vilja það sjálfur. Nei. Ekki? Hvað, má ég brjóta þig báða lappinar og við vinnum Nígeríu og Króatíu? Sko... Nei, nákvæmlega. En byrju, næ ég full recovery. Ég verð ekki lélegur í löpunum. Nei. Þú veist, það verður alveg svo að voru. Já. Hann er 6 vikur, kannski 6-8 vikur jafna sig. Já, er þetta 8 vikur? Og síðan er hann bara í hjólastól og þú veist. Við myndum bara að vera með eitthvað svona Karolín fond fyrir hann myndi fá fullt af peningum. Hann myndi bara vera í ræktin í hjólastól, sko, hann er það mikill maður, sko. Þannig að þið takir báðir já á þetta, þið myndir lappabrjóta hann fyrir sigrana. Já, sko, við þurfum ekki að brjóta hann, skilur, hann lendir vantilega bara í ykkur óhafi og... Já, reyndar. Ég meina, hvað, erum við bara með baseballkilur að slá í lappirnar á hann með? Nei. Við þurfum ekkert að vinna bæði liðin og vinna bara Nígeríu og síðan svolítið í aftefli, sko. Ok, finnum bara smá hérna... Þú finnum ykkur milli við það? Finnum milli við brjótum aðra löppina á hann. Þetta er bara já eða nei? Ok, ég skal brjóta aðra löppina á Ívar Guðmunds með hafnaboltakilvu ef við vinnum Nígeríuleikin. Er það ekki bara fínt? Þá var það næst talandi Nígeríuleikin. Ísland kemst upp á riðlunum en þið megi ekki fara erlendis í 5 ár. Takið þið. 5 ár er langur tím. Fastur þessu ógeðslega skeri í 5 ár. Nú maður er fjölskyldumæður. Maður þarf að leyfa bandinu sínu að... Það er bara í hústýragarðinn. Já, getur það er nóg að gera hér. Já, fara í Árbæjarlaugina. Ekki Söndi Mosó? Já, þú meinar. Ég meina, en sko... Það er ekki sumar þetta. Við fáum ekki sumar. Nei, það er að gera alla... Sko, það þarf að fara eitthvað annað. Ef það væri ekki HM núna, þá væru Íslendingar orðnir bara rugglaður. Það er allir orðnir brjálaðar að veðrinu, en það er einhvern veginn svona... Það er einhver svona geðheilsa í gangi að því að Ísland er að spila HM. Það eru líka bara, þetta er bara að fara í hringinn, allir eru farin að hlæja þessu. Þeir líta bara út, sjá veðrið og hlæja bara þessu. Já, þetta er orðið of mikið bara. Ja, þetta er orðið of mikið, þetta er bara, þetta er svo Groundhog Day. Shit, ekki út í 5 ár. Já, en Ísland komir í 16. úrslit. Já. En ég get ekki svo farið á 16. úrslit. Nei. Nú þannig að ég þarf að heima við þeim. Það er mjög þreytt, sko. Þú vart að vera heima næstu 5 árin. Mér langar að fara út á 16. úrslit, sko.
Steinþór byrjan þessa Sko málið það náttúrulega svolítið svekkjandi að svo förum við 16-lega og töpum þessum leik þar og við meðum ekki fara út í 5 ár sko. Ég skal díla við þig. Ok, þannig þú ert takk fyrir þetta. Ég ætla að vona að landsliðið hlusta á þetta. Þú ert ekki til í að fórna þér þarna fyrir liðið. Ég ætla að díla við þig. Ef við komumst í 4. liða. Ég hef alltaf sagt já. Ef við komumst í 4. liða, I take it. Ok, það skemmtileg spurning því að næsta tengist 4. liða. Ísland kemst í undanúrslit á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Við veitum ekki hvernig leikurinn fer eða neitt. Við erum allavega komnir í undanúrslit. En þið lækkið 15 cm í staðinn. Sko, ég er 1,76. Það geti orðið vesen fyrir mig. Það var 1,61. Það var 1,61. Svo Daniel Vito. 1,61 en mættur undanúrslit. Aðeins hærri en Daniel Vito. En málið það sko, mættur kolvitlaus í búningum að styðja liðið. Nei, sko málið við getum ekki fara að hlæja í beinni útsendingu að mönnum sem eru 1,61. Nei, þú er átt af því að ég að hugsa þig núna sem 1,61 og ég vanuður öðruvísi. Ég ekkert að hlæja fólki sem minna. En málið það, ég búin að segja ykkur söguna frá því ég sá litla gæjan í bík. Já, þú ert búin að segja það svona 10 sinnum, þannig að svaraði það bara. Ég búin að segja frá hann í loftinu. Já, ertu eitthvað rugglaður? Þú ert bara að segja það svona 3 Hvernig var þú svo aftur? En bara málið ég var vitni að manni í Bauhaus sem fekk ekki, húsasmið í einhverju búð og hann fekk ekki þjónustu af því að hann var mjög, sko, hann var gjammandi aftast. Málið það, fólk var bara, þetta er ljótt að segja þetta, hann fekk ekki þjónustu. Af því hann var lítill? Ég er næstur, já, hann var komið að mér og fólk var bara, heyrðu, hvað er þetta hérna? Hann fekk ekki, hann var bara að kaupa ykkur að skóplu. Ef það er 1,97 með þykkar axlir og kaffibrút, það var ekki ágæslega dags. Því miður þá er þetta bara þannig. Ég er bara, ég vitna þessu. Þannig að þú vilt meina ef við tökum að þér þessa 15 cm Það lendi í vissinni ég fyrir að kaupa með sláttuvilegstar. Það er bara slis. Nei. Jú, ég er að segja það. Hlust ekki á það. En málið það, I'll take it. Þú ert að forna 15 cm? Að sjálfsögðu. Málið það, mann líður betri í flugvélum, í rútum og bara maður Sérðu Pétur Jóhann, hann er 1,70 og það er hamingisamasti maður sem ég þekki. Já, en það er svona munur á þessu. En málið er að, þú veist, ég geti legið í litlum sófum og bara þetta er veisla. Egill, sko, ég tæki hérna díl um að lyfta dollunni. Minnst það sanngjarnt. En að komast þarna í... Við þurfum að vera heimsmeistara svo þú takir það 15 cm. Já, þú veist, við vinnum ekkert með þetta, sko. Ég 15 cm læri og vinnum ekkert, sko. Með ekki dolla. Já, ég meina, það er þjóðarhátíð hérna. Já, en ég meina, og hvað, þú ert ekki að... Ég tæki hérna díl um að lyfta dollunni. Ok, þannig þú ætlar að segja nei við undanúrslitum. Það er bara þannig. Ég tók á mér hérna, ég er 1,61 því að bara við erum að fara í 16. Ég er ánægð með það. Nei, við vorum að fara í 4. liða, undanúrslit. Hvað myndið þið gera, kæru hlustendur? Það er stóra spurningin. Nýr baukur. Aldagömul aðferð sem tryggir frískandi léttleika og frábært bragð. Skál fyrir þér. Víking Brugghús. Fáðu þér heima, fjarskiptaþjónustu og sjónvarpsáskrift á betra verði. Kynntu þér málið á Vodafone.is eða í næstu verslun. Vodafone. Á heimasíðu félagsfasteignasala ff.is eru ítarlegar upplýsingar fasteignakaup. Er þinn fasteignasali í félagi fasteignasala? Á ff.is finnur þú alla fasteignasala í félagi fasteignasala. Vantar fyrirtæki þitt fána, límmiða eða skilti? Á vefnum okkar fjölprent.is getur þið gengið bæði frá hönnun og pöntun. Fjölprent. Það er engin svangur yfir HM-leikjanum hjá okkur. American Bar, Austurstræti. Vasseldir vetrarhanskar á viðráðanlegu verði. Segðu það hratt þrisvar. Fossberg. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina. Ég ætla aldrei heim, mikið vona ég að þetta sé stemmingin í íslenska landsliðsopnu núna. Við viljum ekkert fá þá heim, ekki næstu strax. Nei, það er þetta hárrétt. Bara svona miðjan júli, mega að drulla sér heim. Mér finnst líklegt að ég sé að fara aftur til Moskvu eftir svona 2-3 vikur. Það er bara þannig að úrslitaleikin. Já, áslita, fjaralega eitthvað stað þarna, já. Já, þetta er, sko, erum við Íslendingar ekki samt aðeins að fara fram úr okkur? Jú, heldur betur. Mér finnst eins og allir tali að Nígería er bara að vera a walk in the park. Sem er náttúrulega engan með. Þetta er 50-50 leikur. Þetta er 50-50 leikur, en málið er það. Það er ekkert endilega að við séum að fara að vinna Nígeríu eftir. Ég vona það svo innilega. Já, en málið er að landslið. Við erum betra lið, sant? Við erum samt, okkar landslið.
pressulausasta landslið allra tíma, engin pressa þeim. Við fögnum þess að voruð heimsmeistar á að gera jafntefli við Argentínu. Já, en það eru bara þessi áttir. Þú veist, við komumst á HM, við erum aðna og málið dautt, allt annað plús. Það ekki eins og sé eitthvað press á liðinu frá íslensku pressunni. Það allir bara, þú veist, að tollera og sama hvernig þeir, sko. Já, það skiptir engu máli. Þetta rétt, þeir eru pressulausir og svo það sem ég dýrka líka við þetta landslið. Þeir eru orðnir svo vanir að þeir, sko, Íslendingar, þeir sem eru ekki í liðinu, er að ofjúkst þetta miklu meira en þeir. Þeir veit alveg hvað er að gera og bara fara inn á völlinu og gera sitt besta. Já. Þeir eru ekki svona ofpeppari. Nei, þeir fá sér bara síku og pönsu þetta klikkar. Þeir eru ekkert komnir í eitt kalda núna, sko. Nei, það er mjög líklega einhverjir. Staðfest. Þessi byrja ekki inn á. Já, einhverju varamenn farnir í 1 og 1 túborg, sko. Það er allavega komið. Hvað er að fara í? Það er náttúrulega búið rugglallu hérna eftir að henda út slúðrunu. Akkurat, þetta er náttúrulega svona þáttur. Við bara pikkum einhvern leik. Við gerum bara eitthvað. Ég segi, má ég kalla þetta? Já. Veldu eitthvað. Ég væri til í að henda okkur í eiginlega spurningakefni, hún klár? Já, King of being a world champ. Já, ljúka henni bara. Hendum okkur Gaman að sjá hvað vinna það. Já, King of being a world champ. Hver er líklegast til þess að vera a world champ? Ertu að tala hver verður líklegast til að vera heimsmeistar í einhverju? Eða heimsmeistar í lífinu bara? World champ. Já, og ertu að tala fótbolta eða? World champ. Herru, það er ekki talandi við þig. Það er ekki dýnur í sérstöku, þetta er bara að vera world champ. Já, world champ, það er eina sem kemur út úr þessu keppi, þannig að byrjum þetta bara. Þetta er bara hvor okkar er meiri meistari, heldur. Já, er þetta þannig? Hvor er meiri meistari? Hver er meiri meistari? Það er hræðilegt. Það er ekki eitthvað svona stemningslag undir að trailer eitthvað. Beint í þetta. Áttu trailer fyrir þér? Já, ég trailers. Er það? Maður sjá, trailer spurning, ok, af því að það er landsleikur. 17 mínútur sem trailer, sko. Nei, ég spila aldrei. Max 3 mínútur. Ég er ekki að fara að spila allan trailerin, en af því að það er allir í geggjöðum gýr. Aldrei með 3 mínútur. I'm gonna ask you a question, and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. Mörgum lélugum er þetta sennilega lélegasti trailerin, en þú fegst alveg hérna 40 sekundur. Það er betri held ég. Þessi var rosalegur. Já. En það er komið að Answer the question. En það er komið að spurningakeppni Vöðvingjans og Ég ætla bara að sjá hver er meiri world champ. Já, King of World Champ. Þetta er svolítið mikið af spurningum, mann er best að henda sér í þetta. Hvað er þetta margar spurningar? Svolítið margar nefnilega. Ekki fleiri en 11. Það eru helviti margar nefnilega. Vanlega ég kötta þetta niður svolítið. Gætum þetta að stytta þetta hans? Vanlega hefði ég dúlað mér í að kötta þetta niður. En fórum beint í þetta núna. Ég er aðbalskýtt. Já, nei, veistu hvað? Við erum nettir, það er leikdagur og við erum ekkert að drífa okkur. Nei. Bara hendur í gang. Ok. Hefur einn besti leikstjóri, / markmaður, sögunar, Hannes og Halldórsson, leikstýrt einhverju sem þú hefur gert? Já, Adam Lennvakar. Já. Punktur og púp. Og fleira. Hvað er hann leikstýrt það er? Hann leikstýrði mér í Mannasíðanum, til dæmis. Já, reyndar, Mannasíðan ekki sans. Og hann hefur nú leikstýrt mér í einhverju öðru líka, gröðlýsingu og eitthvað. Punktur og stóni, punktur og pú. Ekki kalla mig pú á leikdegi. Ekki á leikdegi. Þetta er P.O.P, punktur og pú. Kalla hann kúkin í dag. Freka kúkin, svo ég með það. Nei, það hljómar ekki í leið. Punktur og kúkin, punktur og pú. Þá, haltu bara áfram. Hefur, ég þóldi að hoppa á milli núna, ég er ekki búinn að flokka þetta. Hefur þú drukkið kampavín í engaþóttu like a world champ? Drukkið kampavín í engaþóttu, negative. Engin punktur á því, Stóni. Nei, því miður. Ég held að þú sett búin að vera með þessar spurningu svona 4 sem eða 5 sinnum í spurningakeppnandiðinu, þannig að þú veist alveg að það er punktur hjá mér. Blöð hefur setið í Lazy Boy í engaþóttu. Ég er ekki Lazy Boy. Ég veit það. Lengi Menn myndi drepa fyrir það. Já. Ég séð engaþóttu bara svona í bíómyndum og sjónvarpsþáttum. Næsta Alltaf farið inn í eina, sko. Ég kynntist Eismar of seint. Púp satt þar bara. Já. Með kampavín. Herru, næsta spurning. Já, hefur þið farið á leik með íslenska landsliðinu á HM? Já. Nei. Punktur á Stoneman. En okkur sagði ekki bara stórmóti? Steindi var ekki á EM. Okkur á HM. Við erum á HM núna. Þetta er King of Shithead. Það er flókið það. Byttu poo, shithead. Nei, við erum á HM. Ok. Þetta er skelvilegt, ég er ekki með punkt að erum við á EM núna? Ég fæ ekki punkt, aldrei. Nei. Hefur dama hrósaði fyrir heimsklassa framistöðu í Svefnherberginu? Jésús, almáttugur. Ég fekk bara svona, ég er ekki að grínast, mér leiðist að vera
Eldur í maður. Ég bara, leim. Hvað að gerast þetta? Það komið svona smá sviti. Það eitthvað að maður. En ég ætla að segja já á þetta. En sagðu bara heimsmeistara. Heimsklassa framistöða, þetta er world champ. Þú veist, ég veit ekki hvort hún hafi sagt heimsklassa framistöða. Þar hún hafa sagt heimsklassa framistöða. Hún var ánægð með kallinn. Hún var bara sátt með sitt. En Nóa var ánægð með kallinn. Þurftu að segja að þetta var heimsklassa framistöða. Sko, stendur hefur hún hrósaði fyrir heimsklassa framistöðu í Svefnherberginu, sko. Já, þannig að Nóa þér að finnst þetta heimsklassa og hún hrósaði. Hún var ásáttu kallinu, eða ekki? Hún var það. Ef það er nóg, já, það er punktur. Það ekki. Það er bara punktur að báða, þetta er ekki flókið, sko. Hefur fólk rugglast á þér og Aron Einari, eins og vöðvingin lendir í 20-30 sinnum á dag? Veitu hvað með það? Okkur eftir fólk að rugglast á ykkur. Og ykkur, er það rugglast á ykkur? Ja, fólk rugglast á okkur félagann. Já, þetta, því að þú ert sköllóttur með rosalega mikið skegg. Hvað ertu eitthvað rugglað? Þeir eru alveg svart og hvít, sko. Já, við þykjum mjög líkir, sko. Get ekki fara út í búð, sko. Við sjáum það ekki. Getur ekki fara út í búð. Það er út af allt öðrum hlutum heldur en að það setja líkur honum, sko. Nei, það er engin, nei. Nei, það er engin haldið að ég væri... Ég þarf ekki eins og að hugsa þetta. Þó sé að þetta báði sköllóttir núna. Hefurðu sett sjálfan þig í hristingsbann? Það var að tala um þetta í fjölmiðlum að landsliðið var sett í hristingsbann? Nei, ég var sett í kynlífsbann. Það var að tala um það í íþróttum. Já, ég vinn að þú veist. Vantalega að tala um hristingsbann, það ekki, þau eru einur upp á hótel eitthvað. Konan er ekki hérna, sko. Þetta segir mér að Heimi þjálfarinn sér að segja við strákunum að mætti ekki fróa sig. Þú er hristingsbanni. Hvað vitleysa er þetta? Þetta var ekki orðið hristingsbann. Það var sagt kynlífsbann. Kynlífsbann? Ertu að tala um kynlíf með sjálf eða heldur að það er bannið? Ég meina, hver er munurinn samt? Hann er væntanlega að tala um að það sé einhver spenna þarna sem hann vill ekki að menn losi. Nei, er þetta ekki meira og svona aðeins... Þetta er hárið eftir stóni? Já, það er aðeins meira aksjón í gangi vonandi hjá okkur þegar þeir eru með maka ykkar heldur en þeir eru einir. Hann er ekki að tala um held ég orkuna sem fer í kynlífið sjálft. Hann er meira að tala um held ég þessar losun. Æ, það er svo hættulegt þegar við byrjum að tala um eitthvað sem við höfum ekkert vita á maður. Nei, við erum að tala um, sko, við höfum ekkert vita á þessu, við vitum ekki hvað hann meinti. Nú þurfum við að fá bara Heimi á línuna, finnst mér, sko. En þetta er, ég held þetta sé það. Hafið þið sett í... Nei, ég hef aldrei sett sjálf á mig hristingsbann, Egill. Nei, ég hef ekki þurft þess. Eitthvað svona, við erum ekki lastið. Haldur gróni í edge og eitthvað svona, ekki vilja setja ykkur í bann? Nei. Nei, alls ekki. Ekkert bann hér. Ok. Getur mér ekki gefið ykkur punkt á. Ég hef sett mig í áfengisbann hins vegar. Sko, nú eru 2 spurningar sem eru tvinnaða saman og ég er með bónusspurningu. Þannig að þið takið báða spurningarnar. Bara 9. Er þetta eitthvað gameshow hérna? Hvað er rótað að vera flókið hjá? Býttu, get ég það að fara upp stigan og er ég hopp á hæðri, fæ ég þá 2 stig? Sko, það er 3-3, þetta er mjög spennandi. Spin the wheel of fortune. Treystið með, þið viljið ná þessu. Ok. Fyrir spurningin er svona. Ég var svar eftir fyrir. Það eru tengdar, ég svarði strax til fyrir. Ok. Hefur þú rúlað eins og world champ á flöskuborði í sundlaugapartí í Vegas? Þetta er orðið svo þreyti. Þetta er þreyti svo spurning sem við veitum. Ok, það er punktur á blöð hana. Svo vist. Steinþór? Þú ert að skrifa strik á mig, þannig að allir það ekki. Ég er að horfa á það. Þú er rúlað eins og world champ á flöskuborði í sundlaug. Já, ég var ekki world champ þar. En nú kemur bónusspurningin tengd við þessa. Hefur þú haft kjarkinn sem Hannes í að vera við hliðin á Rúrik í sundlaugapartíi í Vegas? Já, svo veist. Punktur á pó. Ég er náttúrulega, auðvitað hef ég kjarkinn í það. Ég bara hef aldrei verið með honum í Vegas. Þú hefur ekki kjarkinn? Blöð var á ofan bara við hliðin á Rúrik í sundlaugapartíi. Já, það er enda mjög It takes a real man. Já. Ég get sagt ykkur eitt að mér hefur aldrei fundist þið jafn mikill skítur og að vera á sundlaugabakka með Rúrik Gíslasinni. Ég er ekki að grínast, það voru stelpur sem nánast stigu bara á mig til að komast á hann. Ég var bara svona einhver sköllóttu trúður hérna, allt og gamall með honum. Ég og Sverri Bergmann vorum hann úti og Rúrik og Alfreð. Þetta var bara tvinnuð saman ferðir. Ég og Svessi vorum búin að ákveða að vera löngu að fara saman til Vegas, og þegar hann var á sundlaugabakkanum mér leið bara hræðilega. Leið svo piece of shit. Já, bara grínlaust. Mér var bara hringt úti í fötunum til að komast að honum. En það er maður með 700.000 followers á Instagram eftir 20 mínúta leik gegn grískur guð. Var það hringt bara í burtu? Það lá við. Já, ok, mér var ekki hringt, en það var svona, það var enginn að koma að spjalla við kallinn. Enginn að koma að spjalla við kallinn. Nei, það var lítið. Já, það inni þetta lítur ekki nógu vel út fyrir þig. En ég veit að Rúrik er að hlusta og hérna og ég veit Mæntilega ekki að hlusta núna en vonandi á netinu. En við förum hérna félagarnir saman í daginn til Vegas. Það er alveg á hreinu.
Það er 100%. Þetta sko málega, ég var með svona bónusspurningu sem eiginlega hefur verið gaman eftir tæft en það bleið 5-4 fyrir blöð og lokaspurningi var, hefur þambað mjólkuglas dræ af vodka og þú veist, það er eiginlega 6-4 fyrir Er ég king of world hér? Þambaður mjólkuglas? Já, ég ætla að setja með agli Ég tapaði veðmáli Stærsta mjólkuglas ég sé að þamba Hvernig varstu eftir það? Ég gamlaði ekki vel Hæ, þetta Hilmir Snær. Þegar komaði að velja gólfefni valdi ég parkett frá Parkett og Golf, ármúla 32. Í kvöld á Stöð 2 Britain's Got Talent og þar á eftir skemmtilegar bíómyndir. Batman Begins, ævintýraleg spennumynd hinn eina sanna leðurblökumann og Baby, 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 romantísk gamanmynd ástir og afbríði. Hafðu það gott með okkur á Stöð 2 í kvöld. Það skemmtilega við óvænt úrslit að þau eru óvænt. Lengjan settu spennu í leikinn. Kominn tími til að taka til í geymslunni. Ekki henda, endurnýtum. Pantaðu bás í Kolaportinu. Lifandi markaður í miðbænum. HM tilboð Baulunar. Frábært pitsutilboð. Kaupir eina pitsu og mozzarella-stangir og færð aðra pitsu fría ef þú sækir. Baulan Borgarfirði. Þjónusta við þjóðveginn. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Mikið rétt, þetta í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport og ég held að sé bara vel við hæfi að hendi sig einum ripper og bruna upp í Keiluhöll og horfa á leikinn. Það rosalega stemning í Keiluhöllina. Það má alltaf engin sofna á þessu leik. Nei, það enginn að bara sofna. Gaman að vera í stemningu. Já, geðvíkinur. Já, bílustemning í Keiluhöllina, það veit ég fyrir víst. Þannig að ef þau eru ekki búin að velja eitthvað stað til að horfa á leikinn, þá myndi ég bara kíkja það. Ég ætla að bjartsýnna leik. Já, ég að verða bjartsýnn með hverju mínútunni. Ég að verða líka stressaður. Já, ég líka. Við erum ekki að taka sama kærleysi á móti Ungverjum. Menn koma núna Já, eins og EM. Já, svona þú veist eitthvað, þá, veist, þú voru að spila á móti slakasta liðinu. Já. Þú rankaði fyrir neðan okkur og styrkleikalistanum og svona. Já, þetta eru samt bara menn sem í Arsenal og Chelsea og þetta eru góðir. Já. Þannig ég held ég mætum ekki til eitthvað kokk í hennar leik. Nei, við erum með 5. leik framundan en já, það hins vegar kominn tími á giftast, sofa, drepa. Og ég með finna sögu tengt þessu að því ég sendi á einn einstaklingin sem í þessu. Sendi honum að hann yrði í giftast, sofa, drepa í dag. Já. Og hann var ekkert alltaf sáttur þegar ég las nöfnin og ég segi ykkur betur frá því eftir. Okay. Giftast, sofa, drepa, Rúrik, Hannes Halldórsson vinnur okkar og Gylfi Sig. Já, Hannes hefur ekki verið sáttur. Þú sendir á hann. Já. Hann var ekki ánægður að setja hann. Ég sagði, herðu, rólu, búin að verja víti frá Messi og einn besti vinnur okkar. En málega það, ég á lítinn frænda sem 6 ára og allir vinir... Við viljum ekki að setja hann í þessa keppni, sko. Nei, ertu hvað? Bæta honum inn? Nei, ég held að Steindi var að fara þáka. Allir í vinahópnum hans. Allir í vinahópnum hans, strákar, við megum ekki fara á okkar. Ég langar að taka þátt í þessu, ég verð að gýra þetta niður. Allir í vinahópnum hans eru Hannes. Allir með hanska, það vilja allir verið í marki. Málega það, Hannes er orðin aðal stjarnan í liðinu og það er bara þannig. Það vilja allir vera marki. Pakka saman Messi niðurlega. Já, hann var að pakka saman Messi og hann er geggjaður. Hann vilja allir heita Hannes núna, ég talandi að heita Auðun, þá er Auðun Sölvi nafnið minn á leiðinni norður og að hlusta. Ég ætla að senda honum baráttu kveðjur. Sko, fyrir leikinn. Eðlilega hoppar fram nafni Rúrik þegar við, eðlilega, sofa hjá, menn þetta segir sér basically sjálft, sko. Þú séð hann? Já, ég... Sko, eina sem ég er að velta fyrir mér, sko, hann kannski, út að gefa mér eina heita nótt með honum, sem er geggjuð, ég gerir mér grein fyrir því, en bara, eða bara, hann er my husband, og þú veist, og við getum tekið hátíðasettinga bara í miðri viku, skilur. Já, byrju, ertu þú ert gagnkynhneigður, eða ekki, Egill? Hvað meinarðu? Nei, ég spyr bara. Erum við ekki í þessu leika? Jú, en þú ert gagnkynhneigður. Ég er að velta fyrir mér, þú veist. Ertu bisexual sem bara enginn að dæma? Ertu að spila leikinn sem bisexual maður? Ertu bara svona... Hvernig spilið þið hérna leik? Er ekki gifta svo hjá drepa? Ég held að sé bara að spyrja okkur bara... Eins og þú ert í dag, sko. Ég er að velta fyrir mér, sko. Þú ert að tala eins og þið langir bara að hitta hann í hátinn á hverjum degi. Nei, ég tala bara sko, út af því að þetta er ein heit kvöldstund, skilurðu? Já. Eða bara öll kvöld.
Alla nætur. En ok, fyrir þig, er þetta þá ein heit kvöldstund? Er þetta ekki eitthvað svona, herru, þetta er eitthvað smá flippirna sem við þurfum að klára út af þessum leik og bara gera það bara með þér í staðinn fyrir þeim? Þú ekki séð Rúrik sem þetta? Ég hef oft séð hann. Nei, greinilega ekki. Ég mæli mig að fara á Instagram að svona. Ég er Þetta er erfiðast að keppni sem þú komið hingað til. Það er bara hannig. Ég er í þvílíku vesinni með þetta. Þetta er ekki allt mjög góði gæjar, sko. Já, þetta er toppmenn. Ég dyrka þessa menn, ég dyrka Gylfa og Rúrik og dyrka Hannes. Sko, málega það, ég þekki Hannes langt best af það. Hvernig maður sendir sveit, maður. Ég þekki Hannes, ég veit nákvæmlega hvaða mann hann hefur að gema. Já, hann er snillingur og við höfum sameiginlegt áhugamál. Hann er leikstjóri, ég er leikari. Ég myndi vilja giftast Hannesi. Þannig að þú velur að giftast Hannesi? Ég myndi leiða að leikstjóri mér heima, eða þið vitið hvað ég við. Já, ok. Ég myndi giftast Hannesi alltaf. Eins og ég segi, að ég þekki hann best. Já. Þetta er erfitt að keppni. Þannig að núna er ég að hugsa hvort ég þarf að senda upp í sveit Gylfa Sig eða Rúrik Gísla. Þetta eru sko báður sem eru toppmenn. Þetta er ömuleg staða sem þú komum okkur í. Við ætlum að fara fram á og þú svarar þessu líka. Getur ekki vídeo á sendi sveit, svona gert svona HM einhvern veginn undan þá eða? Ok, hann deyr ekki en hann fer út í sveit og þarf að vera í 10 ár. Sendi einhvern út í sveit. Það kom að vera bara gerður á útlaga. Já. Sko með Gylfa Sig, Bliki og United stundismæður. Hann er F á einhver, ekki Bliki. Alveg svo öfingin. Og þvílíkur toppmaður með 30 milljónir á mánuði. Ég er ekki í vesinni með reikningana þar. Það er ekki eitthvað svona Gylfi. Það þarf að fara beint í öryggið bara og giftast honum. Það var að kött á stöðu 2 núna. Getur þú græða það? Ég þarf ekki að taka spjall. Ertu ekki alveg að fína launum sjálfur, ég held að? Ég þarf ekki, þú veist, að heyri í honum og segja, hörðu, netið er dottið út. Glemdu að borga reikningin. Hann er með 30 milljónir á mánuði. Ertu að hugsa að sækja í öryggið þar, eða? Hann getur gefið mér Range Rover fyrir 20 daga laun. Já, það er bara þannig. Þannig að það heillar mig helviti mikið, viðurkenna það. En hann er sér líka financially secure og Rúrik. Það er allt gæðið sér drulla peningum. Þannig að ég er miklu vesinn, sko. Vanar að velja þetta heimsund, sko, my husband út frá fjárhagsliðin, sko. Það er rosalega skrítið. Ég vil þannig, sko. Það er eitthvað skrítið. Það er ekki að borga reikningarna, sko. En eins og núna, makiðinn, nú ert þú, ég veit ekki, það voru ekki trúlofarið það? Nei, ertu með henni upp á fjárhagslegt öryggi? Er það ekki bara því að það er gaman að vera í kringum hann og eftir skotinni? Erum að spyrja leikblöða? Já. Er ég alltaf komin í third degree, eller? Nei, en því ég er að spyrja, þú ert að gifta þig, er það bara til að eldast til fjárhagslegt öryggi? Það var ekki sem giftast út á fjárhagslega öryggi blandi, það er mjög þekkt atrið, sko. Ég veit það, en gerir þú það? Ég þekki mjög mikið konum í Íslandi og karlmönnum sem gera þetta. Já, ég var að spyrja, gerir þú það? Ég var með þess að félaga sem aldrei deytað manneskju sem á ekki hellinga cash. Nei, þess að spyrja, þú ert ekki þannig. Ákveður þetta alltaf að velja þannig? Ég kom ykkur yfir alltaf hérna. Rosalega beina, akkur er beinist að spjóta agli? Já, þetta er mjög spes. Rólur fyrir byllandi fyrir. Hann er sér Liverpool-stuðnismæður. Það er strax vesinn. En hann er samt að damn fine director. Þannig að ég get komið með gæja af Hannes. Hendi hérna Þið hefur aldrei verið að blengi að svara þessu. Ég kom með þetta, ég hugsa sko, Rúrik hann er svona aðeins, hann er fíngerður, hann er fíngerður, hann er Böðafjall, sko. Já, ég veit að, en Gylfi er svona, Gylfi er stærrið, eða ekki? Það er mjög svipað vaksnar. Það er þau svipað? Gylfi er aðeins hávaksnar, en sko... Anskotin, ég myndi taka eina nótt með Rúrik. Drepa Gylfa, það gangi okkur vel að komast á EM. Við erum ekki að drepa neitt. Það var vel gert þér. Við erum ekki að drepa neitt, hann er að fara... Þú ætla basically að senda besta landsliðsmannin okkar upp í sveit í 10 ár. Bara til að hugsa raskat á að sjálfu. Á ég að senda Rúrik upp í sveit? Egil, hvernig þitt? Anskotin, á ég að senda bara Hannes, hann fyrirgeður mér, ég þekki hann vel. Þú voru ég að fá samvinskupið yfir þessu. Ég ætla að renna inn í Rúrik. Já, frábært. Hvernig ætlar að giftast? Fallega orðaheiða líka. Giftast ég giftist Hannesi. Giftist Hannesi og það er ekki í lagi með ykkur maður. Ég hefndi giftast Gylfa. Hvað áttu að gera? Þetta er að senda einn út í sveit, þetta er heimskur það. Það sem við erum með HM þátt í gangi, þá þarf ég aðeins að lækka hér í Jax Jones með Breathe því að byrjunarliðin eru dottin í hús og við erum uppbyttum fyrir landsleikin hérna, þannig að það er eiginlega bara okkar skylda að lesa liðið strax. Það eru 2 breytingar. Byrjunarliðið Hannes er í markinu. Er það? Er hann inn á það? Birgir Már Sævarsson, Ragnar Sigurðsson, Kári Árnason, Hörður Björgvin Magnússon, Rúrik Gíslason kemur inn í liði, Aron Einar Gunnarsson, Gylfi Þór Sigurðsson, Birgir Bjarnason, Alfreð Finnbogason og Jón
Daði Böðvarsson. Já, það kemur óvart. Það eru 2 breytingar. Sko, Rúrik í byrjunarliði og eins og Egill var að tala, segja núna á meðan lagið var í gangi að hann er að fara að fá svona 1,5 miljón followers núna frá Afríku, sem verður mjög skemmtilegt. Það bara hannig. En sko, Emil byrjar út af, sem mjög sérstakt að mínum að því að hann var alveg geggjar og eiginlega maður leiksins fyrir utan Hannes kannski síðast. Já, ég menna, ég treysti nú Heimi betur í að velja liðan heldur en þér. Jón Daði er alltaf komið með gríðalega vinnslu á þeim gæja på topp, sko. Jón Daði geggjar. Og Rúrik startar, sko. Og þeir eru líka, sko, Nígería eru mjög lélegir í föstum leikadriðum og það Jón Daði grjótharður, bæði í loftinu og öðru. Þannig að ég held að þetta sé allt taktískt. Emil var góður síðasta leikann. Já, hann var geggjaður. Þeir eru allir búin að vera góðir. Já, en þetta er bara taktískt, þetta er okkar gameplan. Þannig að basically Jói Berg er náttúrulega middur og fer út, Emil Hallfreðs fer á bekkinn og inn koma Jón Daði Böðvarsson og Rúrik Gíslason. Þetta er að bresta á, kæru hlustendur. Djöfull er ég að vera stressaður maður. Þetta er Craig David með lagið I Know You. Ég bara hef gert lengi Craig David er sami Craig David og ég heldur sem að tala Craig David? Þessi annar Craig David komið fram með það. En það gæði sem söng hérna Sail away with me honey. Nei, villisingur. Hvað er þetta? Meira hip-hop svona með krullur hérna. Já, hann, já. Hinn ég þetta eitthvað líka. Hinn ég þetta eitthvað Craig. Sail away with me honey. Já, ég man ekki hvað hinn hitt. Craig Robbins eða eitthvað. Já, frábært. Það er stemning á honum. Það er geggjur stemning. Það er eins og komið að íslensku slúðri hér í FM 95. Það er hárrétt hjá þér og það er brakandi fest í dag, get ég sagt ykkur, kæru vinir. Og allt tengt landsliðinu. Allt tengt landsliðinu og eins og ég kom inn á áðan þá var ég og Egill stattir í Moskvu í Rússlandi og urðum svona, ég segi nú kannski ekki alveg vitna þessu, en við fengum að finna fyrir því svona frá einsta hring. Ok. Og þú veist hvað þetta er að núti, það er gas bara svo mikið og allt í slúri og það var eitthvað partí þarna og allir að spjalla og þetta bara ferðast rætt. Já. Og á ég ekki bara að henda mér í fyrsta móla? Endilega. Fyrsti móli og það er engin annar en ekki fyrirliði landsliðs, það er Gylfi Sigurðsson. Varafyrirliði. Já. Það er Gylfi Sigurðsson sem er í fyrsta móla og já, ég hef komið inn á þetta áður, en hann er rosa mikill fugla áhugamaður. Já, þú vissir á því, að nei, ég veit alveg að þú hefur verið með áður þetta bull. En hann hefur helviti gaman að elskar fugla. Hann elskar fugla og hann er búinn að vera, hann er búinn að vera hérna að svona fylgjast með rjúpunni hérna heima og þegar snjótillingurinn kemur og svona hefur gaman að lóunni og hann er að fylgjast vel með fuglunum og hann gefur þeim að borða og hann er yfirleitt svona fyrir stóra göngutúra og hefur verið að smíða fuglarhræður og hann er allur í þessu. Já. Og hefur helviti gaman að þessum fuglum og hann er búinn að vera núna rosalega utan við sig á æfingum. Nú, það er allt í fuglum að í Rússlandi. Já, hann er bara ekki fókuseraður. Ég held að það sé bara vel fókuseraður. Nei, hann er bara ekkert fókuseraður. Og það er bara engin fókus í gangi og núna, hérna, hvað heitir aftur staður þeir eru núna á? Volgræðna, ég man ekkert hvað þetta. Já, þeir eru núna þar og hann hefur bara ekki verið, hann sjálfur æfingum af því að það er alltaf einhver fugl að snáðast þarna á vellinum. og þessi fugl er búinn að vera, hérna, bara búinn að vera að trufla æfingar. Þetta er bull, ég nenni ekki að hlusta á það. Þetta er ekki bull. Þú hlýtur að vera með eitthvað betra slúður. Viltu ringja hann? Ringja hann? Hvað er það að svari núna klukktíma fyrir leik? Prófa að ringja hann. Hérna, númer er að blaða kannski komur út af öll, sko. Nei, það er klukkutíma leik. Ég skal prófa að ringja hann, sjá hvort að Gylfi svari rétt fyrir leik. Halló? Já, Gylfi? Já? Sæll og blessaður, þetta er Steindi hérna með henni, það ringið úr beinni útsendingu hérna úr FM 95 blöð. Hvað segir þú þá? Já, þakka þér fyrir það. Jú, og ég segi beina, bara fína. Herðu, ég heyri að þú ert eitthvað í kringu fugla. Já. Ég er nú bara, skal ég segja, ég er alveg hörku leiðangri hérna. Nú, betur hvað er að gerast? Ég er að elta hérna fugli útrýmingarhættu sem er bara, sko, ég bara trúi því alltaf að ég sé að sjá að verða vitna þessu hérna. Þú
ert að grínast og byrju, hvaða fugl er þetta? Nei, heyrðu, það er nefnilega heila málið, hann heitir Hubara Bustard. Hubara Bustard? Hubara Bustard, og hann hefur bara sést í Pakistan. Það sem gerir þennan fugl merkilegan er það, hann er í útrýmingarhættu. En samt var á sínu tíma, prins frá sem heitir Fat bin Sultan, hann er talinn að drepa átt í 2000 svona fugla. Og okkur bara engaveiði skiptir í með félögum sín. Já, þú meinar, ég skil, og þú ert búinn að finna eitt svona kvikindi, og veitu, en hvað, en ertu núna, þú ert í Rússlandi, eða ekki? Veitlu, hvað segir þú? Þetta talaði fuglinn? Já, þú ætti bara að sjá hann, hvað hann er stór og mikill, þetta er steggur, hann er fallegur. Já, ég trúi því, en þú ert í Rússlandi, eða ekki? Já, jú, ég er í Rússlandi. Og ertu nálægt, Gylfi Sigurðsson, það eru bara örfáu klukkutímar í leik, ertu tilbúin í þetta? Já. Tilbúin í Nígeríu? Hvað segirðu? Nei, hvað sagðirðu? Já, það er í dag. Það er leikur í dag? Já. Hvað segir kallinn? Hvað er það? Já. Við erum tilbúinir í það. Herðu, það er gott að heyra, Gylfi. Takk kærlega fyrir þetta. Þú reynir að handsama fuglinn og taka mynd á honum, jafnvel inn á selfie og setja á Instagrami, sýnir okkur hinnum. Gaman að heyra þér og gangi ykkur vel á eftir. Næsta böll sem ég heilt... Var þetta Gylfi? Nei, var þetta Gylfi? Þetta var þetta Gylfi. Já, ok, þetta var ekki Pétur Jón Sigfússon að leika fugl hérna. Á vellinum. Ég var að segja þetta var Gylfi Sigurðsson. Það var ekki að háa í stuðnismönnum, þetta var bara ég ætla ekki verið að gera þetta. Hann er upp á einhver hæð akkurat núna og er alltaf full. Er Steinþór að ljúga þjóðinni? Nei, hann er bara ekki fókus. Hann er ekki með fókus fyrir leikinn. Hvað er með restina þessu slúriðinu? Herru, þá var það annar móli og það er Heimir Hallgríms fótboltaþjálfari og tannlæknir. Og ég er ekki með nógu góða fréttir á honum, en hann sem sagt, hann er látin. Nei. Hann var bitin af moskító. Klukkar í leik, sko. Já, hættu þessu. Hérna, hver er... Ég var að sjá mynd á hann með þetta. Bóðið verið að henda eins og hérna, já. Hvað ætlar að segja, bara landslíktarinn okkar sér dáinn? Hann var lifandi fyrir sig. Klukkutíma fyrir leik og það eru myndir á hann við á netinu. Þá er það Rúrik Gíslason. Já, ok, þetta er svona móli. Internet sensation. Þetta er algjörlega, og þetta er svona móli sem allir áttu von á. Það vissi allir að Rúrik kem í slúruna. Þú veist, auðvitað. En hann hefur ekki getað einbeitt sér almennilega, og sem er svolítið svona stemningin í landsliðin akkurat núna. Það er lítill fókus og sérstaklega kannski hjá honum og Gylfa, en Rúrik hefur ekki getað einbeitt sér síðan hann spilaði þarna í hálftíma eftir Nígeríuleikinn. Eftir Argentínuleikinn. Það er bara, það tjúllaðist allt hjá honum og eins og alþjóð veit, þá rauk Instagram-reikningur hans upp. Það hefur verið svolítið í fjölmiðlum. Og 36.000 í 760.000. Já, og málið er það að strákarnir í liðinu eru orðnir þvílíkt þreyttir á þessu. Þeir get ekki meira þessu. Er alltaf að monta sig eitthvað? Já, basically, sko, svona 20 mínútum eftir leik. 20 mínútum eftir leik, þá hljópa hann inn í klefann, sko. Strákar! Það er allt blowing up þetta, kallinn er maður. Kallinn er bara komin í 100.000 followers þetta. Og þeir eru bara að byrja, hvað er það að tala þú veist, hérna, og bara, nú þurfum að einbetta sér. Heimir var að halda ykkur að ræðu þarna, það var allt í gangi og hann stoppar bara strax ræðuna, bara, strákar, ángríns, það er þetta 39 followers. 39 followers þetta. Það var að kommenta á milljón þetta hjá mér. Leði þetta frá South America. Það er bara svona, þessi ángríns, South America. Það er að kommenta þetta hjá mér. Og það er bara, og málið er að liðir og það er allir ráttið svo þreyttir á þessu, eins og núna voru þeir bara æfingu og þeir eru allir að fókusa og það er náttúrulega bara mjög stutt í leik og við erum á game day og þá er hann svona hlaupandi inn á með síman bara eins og bara vesti úrlingur og er bara að stoppa sóknir og er að trufla í vörnina. Hannes er í markmannshæfingu hérna og er að æfa markmann hérna og hann að trufla þetta allt. Menni, hvað filter á að ég nota? Segir hann, hvað filter á að ég nota Norman? Eða setja Lark eða Juno eða setja Hudson eða Valencia? Já, það er ok, glæsilegt. Við vitum samt að þeir eru allir einbettið fyrir leikinn. Því ég veit að þú ert alltaf efins um allt. Þá hringdi ég líka í hann. Nú, fyrir í dag eða? Ég hringdi hann fyrir í dag. Hringdir í Rúrik líka? Spilaði fyrir mig. Já, þú skulum heyra það þegar Steindi heyrði í Rúrik. Já, Rúrik. Blessaður, þú ert í beinni útsendingu hér í FM 95 Blöð. Hvað segir þú þá? Helviti, bara góður. Er það ekki? Herðu, hérna nú er stór leikur framöndan í dag og það er allt að gerast, Ísland-Nígería. Hvernig er stemningin í Rússlandi og hvað ert að gera akkurat núna? Ég er að hendi mynd. Þú ert að hendi mynd? Já, það er núna þannig að núna er fólk að vakna í Suður-Ameríku. Já.
og ég þarf að hendi mynd. Einmitt, þannig að þú ert ekkert endilega mikið að fókus á leikinn, þú ert aðalega svona að sjá Instagrami akkurat núna. Hann ekki fyrir klokkan 3. Og hvernig, í hvaða mynd ertu að hendi inn akkurat núna? Mynda sem ég bara vakna. Já, tókst myndaðar að vakna? Kaffibólla, já. Já. Ég er að veltaði fyrir mig hvaða filter ég á að vera með. Ég meit sem þetta Velvet sem er svona vel dökkur. Einmitt, já. Sko að hendi hann og svo er fólk bara að fara að vakna núna bæði í Bandaríkjunum og í Suður-Ameríku. Já. Þá tekur það fyrsta Instagram-rúntinn og þetta getur skilað einhverju lækum. Hvað ertu komin upp í marga followers, Rúrik, núna? 750k. En það er leikur á eftir og þú ert að fara að setja inn mynd, ég veit ekki alveg... Ja, hann er ekki fyrir klokkan 3. Já, þannig að það eru kannski stærri tíðindi að þú ert að fara að setja mynd. Setur þú mynd fyrir leik? Já, það er fyrir leik og eftir leik. Já, hann er búinn klokkan 5, þannig að ég vona svo kortir yfir. Herru, Rúrik, takk aðeinslega fyrir þetta. Þú sér það er bara lítill fókus í landsliðinu akkurat núna. Sem betur fyrir voru þetta Pétur Jóhann og Hjörvar Hafliðarsson en ekki Rúrik og Gísli því að... Nei, ekki Rúrik og Gísli, Rúrik og Gylfi því að þeir eru vel einbyttir fyrir leikinn. Hádegisverðarpottur FM 957 og Nings. Þú skráir þig og þinn vinnustad eða vinnahóp á fm957.is og þú getur unnið þinn gómsætan hádegismat á Nings. Vala Eiríks dregur svo pottunum góða alla 50 daga. FM 957 og Nings með þér í hádeginu. Alvöru bacon á alvöru bacon borgara. Dirty Burger and Ribs. Riðlakeppni. Undan úrslit. Það verður bara einn sigurvegari. Lengjan, settu spennu í leikinn. Þetta slær sig ekki sjálft. Hafðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is, sími 554 1989. Þú fær allt fyrir HM í næstu 10-11 verslum. 10-11 í einum grænum. Ekkert hvítt hveiti og ekkert ger. Smakkaðu nýtt lífskort með 7 tegundum af fræjum og kornum. Millan. Held ég þeir að hlusta hér á FM 95 á FM 957. Þetta er, skrýtin tími, við erum frá 1 til svona, kvartir í 3, 20 mínútur í 3. Já. Þá brunum við heim og horfa á leikinn. Shit, það er bara, sko, þetta er að bresta á. Já, ópeppast. Við köllum þetta HM 95 og það er komin tími á, keppni sem við nú ekki farið í smá tíma núna og það er flottulega keppnin. Akkurat. Og það er sama þema og hefur verið áður nema þá vorum við að tala hvað væri í eirónum rétt fyrir UFC-bardaga, eða þú væri að labba inn í UFC-bardaga. Já. En núna er keppnin, hvað myndið þið hlusta á, hvað væri síðasta lagið áður þið farið inn á að keppa á móti Nígeríu ef þið værið í íslenska landsliðinu? Já. Þannig að þetta er ekki flóki. Nei. Fyrstur upp í 5, ekki eitthvað fyrstur upp í 3. Nei, fyrstur upp í 5 vinnu keppnina. Það er bara þannig og þetta er ykkar höndum kæru hlustendur þið hringið 511-0957. Vorum að hlustendur séu ennþá hlusta, er séu ekki komni bara inn í ölhúsið? Nei, það er ennþá alveg 53 mínútur í leik þannig að þau eru að hlusta. Þið hringið 511-0957. Egil, ég ætla að láta þig byrja í dag. Anskotin, verst að byrja en. I'll take it, Blondale. Okay. Ef við tekst að byrja að vinna, þá er ég goddamn genius. Það hefur alveg gest. Það hefur aldrei gest. Hætt að láta þess að það sé eitthvað nýtt. Það er aldrei gest, en ég elska að vera underdog. Ég ætla bara að shut my mouth og ég ætla bara að íttu bara á play, Blondale. Já, þetta er lagið sem þú verið með í eirónum. Réttir í leik. Nei. Ég ætla að setja þetta í græjurnar í klefanum fyrir alla leikmennina, sko. Já, bara eirun á mér, sko. Ok. Skulum við tjekka hvað Egill myndi setja á græjuna í klefanum. Réttir í leik. Þetta er lagið sem þú myndi setja á, Egill. Ég ætla að beðja til að peppa all landslið. Ég ætla að beðja alla þá afsökunar sem ætluðu að vera edru í dag og hlustuðu núna þetta. Ég hef aldrei heyrt þetta áður. Það er eins og sé búið að taka panflautu og dundra á hann einhverju teknósliði hérna. Þetta er rosalega. Og finnir hvað Egill sagði hreinskilið þegar við vorum off-air. Þetta er bara besta lag sem hættir að setja á. Það er bara þannig. Hann trúir því sjálfur og það er að fatta. Ég elska það. Vilt þú vera næstur, Steindi, eða ég? Ég skal vera næstur, það skiptir ekki, þú er að bara við skulum taka þig. Ég náttúrulega er að fara að taka rosalega sens. Nú? Já, ég er að fara að spila lag. Þú ert að peppa all landslið, þú veist það, að vera að setja þetta á í klefunum. Já, og málið það, þess vegna hugsaði þetta líka. Af því að ég veit ekki hversu margir munu tengja við þetta lag. Af því að þetta lag er bara með 500 views á YouTube. Það er 9.800. Nú, ok, hérna ég með, já, 9.000 ymmit. Ok, þetta eru 2 útgáfur hérna þessu. Og þetta lag, allir í landsliðinu þekkja þetta lag og kunna þetta utan af. Þannig að ég hugsaði þetta aðalega til þeirra. En þetta er Ingo Veðuguð með lagið Suðurlandsins eina von.
En margir sem þekkja þetta lag sem spila fótbolta, þannig að þetta ekkert svo vitlaust hjá þér, ég var að setja þetta á. Hentu svo. Þetta það sem að Steindi Junior myndi setja á í klefunum rétt fyrir leik Íslands og Argentínu. Ég get ekki rakka niður þetta lag, Steindi. Nei, því að ég dýrka þetta lag. Já, þetta æðislegt. Þetta samið sem sagt, hann hvað heitir Arlius, hvað sagði hann? Martinsson, já. Martinsson, já, sem í dag held ég baðvörður. Var efnilegur í fótbolta, reykti sígarettur í hálfleik, var samt bestur og þetta svona einhvern veginn, það hjarta. Þetta vannmetinn gullmóli frá Ingo Viðug. Mjög vannmetinn og það hjarta á baku þetta sem svolítið fallegt, sko. Ég ætla ekki að taka neina sénsa ef ég væri í klefunum núna og það væri, landsleikur eftir klukkutíma og ég ætlaði að peppa upp drengina og ætlaði að peppa upp sjálfa mig í leiðinni, þá myndi ég bara negla þessu á. Lögin og, hvað myndi peppa ykkur kæru hlustendur ef að þið værið í klefunum? Jonas, Kingo eða Thunder? Ég held að hafa verið með þetta lag svona 8 sem áður þetta. Ég hef verið einu sem verið með þetta í DJ-sirpu. Ég hef aldrei verið með þetta lag í neinu svona peppi. Hörð gaggrinni frá Steindóri. Já, ljóta svindla. Ég ætla ekki, ok. Þú komin í svona dörtileikin. Nei, ég tek þetta tilbaka. Hvað myndu þið vilja í klefunum og ég spyr FM, góðan daginn. Góðan dag. Það er Rauti. Ánægði með þig, maður. Anskotin. Hvað er að horfa leikinn? Ekki byrja með punkt. Hvað er að horfa leikinn? Herðu, það einhvers þær í kósi, sko. Einhvers þær í kósi? Ekkert í stemmingu með fullt að liði? Nei, fyrir. Já, það er enda sko, þegar maður horfa svona mikilvæg leiki, þá er oft gott að vera bara einn. Annarkort viltu vera einn eða með 100 manns. Það er ekki millivegur. En takk fyrir að hringja. Ok, þá fáum við hér næsta FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag, hvaða lag hefði þú sett í klefan? Ég kýs allavega Kongi frá Sauðárkróki, það er bara þannig. Hanna, þekki ég þig. Vel gert, hvar horfðu þú á leikinn? Já, herru, það er bara búið að skella á, það er bara beint í aðkvæð. Ég vart að sagt það, þá var eins að stytta þetta. FM, góðan daginn. FM. Góðan daginn. Já, góðan dag. Hvaða lag hefði þú viljað hafa í klefanum? Það er Steindi. Já, kom með punkt. Suðurlandsins eina von. Ég er ekki með punkt. Suðurlandsins eina von. Takk fyrir punktinn. Takk fyrir. Hvað er að horfa á leikinn? Það er farin. Menni að drífa sig. Já, ég veit að þegið þú þetta. FM. Já, það er Gilsarinn. Það er Gilsarinn. Elskaði meistari. Þetta er jöfn keppni. Komin á blað. Elskaði meistari. Heyrðu þetta að meistari. FM, góðan daginn. 2-1-1. Góðan daginn. Hvaða lag hefði þú valið? Það er að sjálfsögðu Suðurlandsins eina von. Suðurlandsins eina von, komið 2 stig, Thunderstruck 2 stig og ég veit ekki eins og hvað þetta lag með Paycenter heitir. Takk fyrir að hringja. Jónas er komið 1 stig. Jónas hann er samt komin á blað, gefum honum það. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag, hvaða lag hefði þú sett á í klefunum? Það er Poop. Það er Poop. Ég tek á mig Poop þegar ég fæ stig. Ekki gefa Poop. Mátt kalla mig hvað sem er, þú gefur mig pig. Takk fyrir að hringja. Poop komið 3 punkta. Já, FM. Já, góðan daginn. Já, góðan og blessaðan. Það er bara í heiskap í Eyjafirði núna. Æ, bara þannig. Það er grótart. Það er þetta mjög hart, við sitjum þetta 3 inn í einhverju sveittu stúdíói. Já. Hvað eru sett á í klefunum? Strákar, Auður, þú skeist, Steindi, þú skeist meira. Er það málið? Nafni, Gilsarinn. Elskaði hana meistara. Kom með punkt. Takk fyrir að ringja og gangi vel með heiskapinn. Takk, ok. Ég heyrði alveg með þennan kong alla tíma. 3-2-2. Já, þetta er mjög jæmt FM. Halló. Góðan daginn, hvað segir þú gott? Bara rosa fínt. Hvað er þetta að brasa akkurat núna? Þetta er allan tíman öddi. Þetta er allan tíman öddi. Vel gert. Ég er einu priggi frá sigri. Hvað er á horfa á leikinn? Bara heima. Bara heima, með fullt að liði eða? Hæ? Maður verður að hafa einbyrtingu fyrir þetta. Já, það er þetta rétt þess. Það er rétt. Takk hérlega fyrir að ringja. Takk fyrir að ringin. Egil, við erum í hættu. Ég þarf Jónas aðdáðandinn. FM. Núna. Góð daginn. Já, góðan daginn. Hvaða lag hefði þú sett á í klefunum? Please, verður selfisingur. Það er Steindi. Já! Nei! Það er 4-3. Nei! Vel gert, þetta er aldrei. Spenna í þetta. Þetta er aldrei verið svo jæmt. FM. Það er kongur frá Stokkseyri, hann ekki með Sigursteindi. Já, herru! Nei, 4-4. Hann er ekki búinn að vinna sér. Já, herru, þú varst að tryggja með Sigur. Nei, 4-4. Það er Jónas aðdáðandinn. FM. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Það smá að ég heyri sænskan hreim hana. Já, lítið grann. Hvaða lag hefur vinningin fyrir þér? Vinningin hefur Steindi. Nei! Ég kom með Sigur. 5. Nei! Þetta leit svo vel út, maður. 2. Já, þá var það Óskar. Ég er samt sko... Auðvitað, spilaði lagið. Þetta er hrós fyrir Ingo Viðug. Þetta er svo lélugum gæðin. Ég spilaði það. Jú, spilaði það. Gerðu það. Þetta er svo lélug gæði þetta. Herðu, farðu á montaði með fjölskyldunni. Spilaði Sigurlið.
Það er hárrétt, þetta er eitthvað sem Egill mætti taka sér til fyrirmyndar. Það sé stundum betra að segja bara ekkert. En þið eru að hlusta hér á FM 95 Blu og við óskum Steinda aftur til hamingju með sigurinn. Reynda var, landsliðskona að senda hér snartjatum að þetta hefði allt verið ömuleg lög. Já. Ok, það er nú helviti, það er rosalega sleggjudómur en hérna... Jónas ekki að hlusta og það er þetta. En við erum að spila, hvað þetta var Jónas, Ingo Veðurguð og hérna... Thunderstruck. Ég veit ekki hvað Hallberg er að setja á í klefunum. Nei, segja Hallberg og hoppir raskatum. Það er alltaf komið tími á dagskrárlið sem að heitir, hver er líklegastur? Já. Og hann er tengdur HM eins og allt annað í þessum þætti. Einmitt. Þetta er þetta HM 95 Blu. Og hver vill byrja? Ég skal byrja. Þú vilt byrja? Já. Ok. Og af því að þetta er allt HM tengt og þannig að ég ætla að spyrja ykkur. Hver haldið þið að sé líklegastur til þess að hendi gamla góða flugdólgin á leiðinni til Rússlands? Ok, þetta er létt. Af okkur þrem. Finnst þér þetta létt? Þegar ég fór að hugsa þetta, mér finnst þetta ekki það létt. Fyrir mér er þetta létt, því að ég hef næst í orði vitnaði. Já. Þetta er Egill Einarsson. Hæ? Er þetta Egill Einarsson? Já. Þetta ruglar mér á Hjöppa. Hann og Hjöppi er búin að fá sér tvo jagar. As a team. Ekki einn. Þið ferðist mjög oft saman. Ekki einn gilsi. Nei. Einn gilsi bara silkjöðu og hóra sjónvarpið, sko. En þetta gerist það bara þú ert með Hjöppa? Hjöppi æsir mig upp í ruglinu. Hann er mjög góður dólgur, sko. Steindi spurði hver okkur var líklegast til að dólga vél. Það er ekkert verið að tala um hverjir eru hinir í vélinni. Þú væri líklegastur að mínu mati af okkur til þess að dólga flugvél. Ég væri mjög góður flugdólgur, sko. Gerum við ekki fyrir því. Hvað erum við að tala um? Ertu þá bara... Það verður með háaða. Þú ert með háaða, ferð á klóstið og mátt ekki vera á klóstið, panta drykki í lendingu. Bara svona, þú veist, syngjandi þótt að þegja og eitthvað. Já. Bara að bögga aðra farþega. Þú ert ekki að tala um að taka dólgin andarlega og míg og gólfið. Nei, ég er ekkert að tala um að þurfa að teipa þér niður. Sumir dólgar eru í því, sko. Veistu að ég sé þetta fyrir mér, ég er sammála, ég ætla að segja Egill líka. Egill er líklegastur, það er bara Ég hefði sett í þetta svona mennkunni glas, háæði, Steinþór. Steindi er alveg líklegur að hann sko. Já, svona ekki út að reyna að vera leiðalegur. Bara háæði, út fullur. Já, sko, hann er samt alltaf að passa sig að vera svo góður strákur, þannig að hann myndi hlaupa fram í og segja, sorry, ég búið að vera eitthvað læti í okkur, við ætlum að leggja í okkur. Þannig að það er ekki dólgur að Nei, hann er ekkert að reyna að dólga, hann er bara í stemningu. Jú, ég meina, í ákveðni stemningu gæti ég dólgað, ég veit ekki. En Egill er líklegastur. Það er ekkert að því að vera flugdólgur. Þá skal ég taka næstu. Hver af okkur þeirra er líklegastur, eða væri líklegastur til þess að komast í íslenska landsliði í fótbolta? Það er ekki Steinþór. Nei, þetta er eiginlega bara tveggja manna hlaup. Basically it's a two-man's race. En málega það, ég var í úrtækinu sem úlingur. Já, þú varst 13 ára. Hvað er það mörgum? 7.000 KFC síðan? Já, og málega ég geti eiginlega bara að lækka því Steindi, hvort er þetta ég eða þú? Ég var alltaf í landsliðinu á pólamótinu eða pressuninu. Já, við erum að keppa á heimsmeistaramótinu í fótboltanum. Þetta er ekki heimsmeistarkeppnin í mínu bolta, sko. Þetta er ekki úlingaflokkur. Hvort heldur að maður sem er búin að æfa fótbolta frá 0 til 17 ára? Við höfum allir gert það. Nei, Egill var aldrei í fótbolta. Spilaði með Haukum. Nei, hann var í handbolta. Ég var í Breiðablik ykkur 15 ára og síðan fór ég í öðnu lið, ekki lagi með þér. Ertu fínn í fótbolti? Mér finnst stundum, Steindi, eins og þú haldir að sé nóg að hafa æft fótbolta þegar þú varst krakki til þess að vera góður í fótbolta. Málega, ég er þindalus. Ég get hlaupið endalaust. Já, það er bara ekki nóg. Ég var góður á kantinum. Þetta er bara ég eða pú, þetta er ekki flókið, sko. Hvorok, ég ætla að setja á sjálfa mig. Þú ætla að setja á sjálfa mig? Það er nákvæmlega sem ég ætla að gera. Ég ætla að setja á sjálfa mig. Og ég markaði til leikmaður MK-deildarinnar fyrir upphafi, sko. MK-deildin? Hvað er það? MK-deildin, þá bjóstu til lið í MK og... Bara í skólanum? Ég er faxaflóameistari, sko. Það var eitthvað sterkasta keppni sem ég keppti í, sko. Sko, ef þú þarft að monta á sért MK-meistari í fótbolta, þá er það létt svar. Ég var að raða þið minn. Þess vegna verði ég að setja vöðvingar upp á topp. Þannig þá er það Steindi, hvort það ég eða Egill Ég myndi að segja alltaf ég. Það hættu þessu trúða atkvæði maður. Þú verður að gefa öðrum sem á actually sense. Ég held að ég er meiri möguleik en þig. Steindi, hann ennir ekki að spila leikinu og haga þessum. Nei, ég á meiri möguleik en þig. Hann er completely honest. Já, ég er honest. Vílík vitleysa. Ég er markaskóri. Hver er þín spurning? Hver er líklegastur af okkur þrem? Ok, við erum sérst leikmenn íslenska landsliðsins. Ég myndi okkur bara núna. Þið eru úti. Og hver líklegastur okkur þrem til að brjóta þetta hristingsbann sem Heimir Hallgrímsson setti á landsliðið núna fyrir... Hann setti það ekkert á, hann var spurður hvort það væri kynlífsbann. Hver okkur verður líklega til að brjóta það hristingsbann? Ég held svo Öddi. Nei, herru,
Klámhundurinn sjálfur. Loksins þegar þú átt að velja sjálfur þá gerur það ekki. Talvaðin fulla einhverju skít. Ég myndi alltaf að segja Steindi. Ég bara honest þetta. Það bara allan daginn Steindi. Ég bara honest þetta. Einu maður sem ég þekki sem ferðast með múfu. Ég bara honest. Ég held að þú myndir einhvern veginn í einhverju vesinu. Akkur varst það ekki honest og valdi mig í landsliða? Ég hef alltaf komist til landsliða. Kemur það einhverju hristingsrugli þá er þetta alltaf Steindi. Nei, þú myndir alltaf svindla í einni sturtuferðinni. Allan daginn. Egil, hvað segir þú? Í sturtuferðinni? Já, þú veist, hann færi bara inn á baði eða eitthvað, er alltaf tveir saman í herbergi. Sturturistingur, það var heldur spes. Er félagunum einhvern veginn? En tala með hérna herbergi. Já. Hvað velur þú þarna, Egil? Þú verðist vera bara úrslit atkvæði. Með félagum. Egil, þetta er bara, hvað ætlar þú að velja? Ég veit þú verður ekki sjálf þig. Nei, ég myndi býta á jakslinn. Nei, það er bara að benda á mig þegar þú ert með fulla 12 ógjöf. Ég myndi býta fyrir það heimi. Ég held að Ötti myndi bróta þetta. Er það ekki? Jó, það er ekki. Þetta er kjaft að þú veist. Nei, þú ert fullur að testa þetta. Er Steindi orðin einhver helvitis kleina hérna? Súkulega kleina í þættinum maður. Slys geta skert lífsgæði okkar. Við hjálpum þér að fá greiddar þær bætur sem þú átt rétt á. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Náðu í GoMobile appið í símanum þínum og byrjaðu að safna peningum. Sami hvaða banka þú ert, sama hjá hvaða símafyrirtæki þú ert, þá getur þú skráðið þig og byrjað að safna. GoMobile og síminn safnar peningum. Ekkert hvítt hveiti, ekkert ger og auðvitað vegan. Smakkaðu nýtt lífskorn með 7 tegundum af fræjum og kornum. Millan. Enga plastagnir í sjóinn með steinrörum frá steypustöðinni. Steypustöðin, sterkari lausnir. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Flames hér í HM 95 Blö sem að, já, sko, við getum ekkert verið mikið lengur því að það er náttúrulega traffík. Þú ert að fara upp í Mosó, Steinþór. Já, ég veit það, og klukkan er 12 og ég held að við séum löglega afsakaðir þegar Ísland er að fara að spila á móti Nígeríu og HM. Ég held að öll fyrirtæki sé að loka. Það eru allir núna á leiðinni einhvert annarkvort heim til sín eða heim til vinafólks. Hvar horfðu þú leikinn? Ég ætla að horfa hann heima hjá mér, ég á von á gestum. Ég veit, jafnvel að við förum upp í Keiluhöll, við vorum að hugsa það. Það er náttúrulega spiluð, sturluð stemning þar. Og ég á eftir að borða, þannig að ég veit ekki, annarkvort heima upp í Keiluhöll. Egil, hvað tekur þú leikinn? Já, það er borð klárt og King sem að vil, en síðan er líka með borð hjá Men of Many Copes, 75 tómmunni þar. Nú var það alltaf Coldfather. Og hann er á grillinu og það er ekkert það heldur þægilegt, sko. Ég er að sjá að, ég er að lesa tvitt hérna. The population of Nigeria is 579 times larger than Iceland. 579 sem stærra. Já, fleiri íbúar. Og the landmass 8.9 times bigger than Iceland. Underdogs. Ég elska að þau erum underdogs. Við erum ekki underdogs. Já, þú veist, samkvæmt þess erum við underdogs, en samkvæmt FIFA, rankinu erum við ekki underdogs, við ekki hana. En já, það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag, kæru hlustendur. Það er veðja og bara beinan sigur að vinna með 1-2, hvað? Ef ég væri hlutlaus, þá myndi ég tippa á jafntefli í svona leik. En ég held að Ísland vinni 2-1. Nei, ég segi svona. Þetta er 2-1 fyrir Ísland. 0-0, hann er sem að halda hreinu, hann halda rammanum hreinum, sko. Já, reyndar. 0-0. Ég var alltaf inn að hugsa hvort við fengjum annan 1-1 leik, en 2-1 fyrir Ísland, við til ég. Já. Og við, já, þetta er ekki flókið, við segjum bara áfram Ísland og já, við verðum mættir hér næsta. Og ætlum að vera lengur, en við erum að drífa okkur. Við erum að fatta að það er bullandi traffík og eitthvað, sko. Já, því miður. Þjóðu þarf að sína skilning. Við þurfum ekki afsaka þetta, við erum farnir. Það er allir, ég held að á föstudaginn, elsku þjóð. En við ætlum að enda þetta hins vegar á DJ Muscle Boy og Viking Clap. Að sjálfsögðu og áfram Ísland. Já, koma liðin í gírinn. Við heyrumst eftir viku, þá verðum allir hérna á sínum stað. Takk fyrir hlustunina í dag. Já, við erum að sjálfsögðu klukkan 4 næsta föstudag. Hafið það gott.